Íris Lund Sæmundsdóttir, fulltrúi í stjórnlagaráði, þú ert í nefnd C. Hvað tekur hún fyrir? Nefnd C tekur fyrir umfjöllun dómstóla og dómsvaldið. Við ræðum kjördæmaskiptingu, þjóðaratkvæðagreiðslu. Við erum með utanríkismál og meðferð þeirra og svo nokkra aðra minni þætti sem að taka þar til skoðunar. Hvernig hefur starfið gengið í nefndinni? Við náttúrulega vorum skipuð bara í nefndina í síðustu viku á ráðsfundi og fyrsti fundur nefndarinnar var í gær og þetta gengur bara vel og ég hef nú mjög góða tilfinningu að gagnvart þessu. Við byrjum að setjast niður í gær og ræða aðeins þessi verkefni sem við eigum fyrir höndum og með hvað hætti við ætlum að skipuleggja starfið þennan tíma sem við höfum og byrjum að því að henda okkur í vinnu í dómstólakaflann og við erum svona að fara yfir ýmis atriði þar. Hvenær búist þið við að vera tilbúin með fyrstu tillögu? Við lögðum nú upp með í gær að hugsanlega geta, eða létum okkur dreyma það, að hugsanlega geta lagt upp allavega eina tillögu í dag eitthvað sem við getum öll verið sammála eitt atriði og eitt ákvæði. En hvort við náum því verður nú bara ráðast í dag, við ætlum að funda núna í dag og þetta skiptir náttúrulega bara mestu máli að vanda til verka og vera ekkert að flýta sér að því að gera tillögur um nýja ákvæði nema við séum búin að ræða það vel og vandlega og leita eftir áleitum eftir því hvað við á við hverju sinni. Hver ferill tillagna frá nefndum stjórnlagaráðs? Það þannig nefndirnar taka til skoðunar kafla í skýrslu stjórnlaganefndar þar sem lagðar til ýmsar tillögur, ofta A og B tillögur. Við skoðum þær og við skoðum líka tillögur hugsanlega annarra sérfræðinga sem eru í viðaukum í skýrslunni. Við ræðum þetta og hugsanlega mótum okkar tillögur svolítið byggt á þessu eða mótum þar algjörlega upp á nýtt. Og svo kemur nefndin með tillögu inn á ráðsfund með það með hvað hætti við leggjum til að ákveða verði afgreitt inn í áfangaskjal svokallað. Við getum gert tillögur tvær mismunandi leiðir við útfærslu ákvæðis og það svo ráðsfundar endanlega að taka afstöðu til þess. Við erum náttúrulega 8 í nefndinni en allt í allt ráðið skipað 25 fulltrúum og það mjög mikilvægt að endanlegt ákvæði sé í rauninni samþykkt af öllum hópnum en ekki bara 8 einstaklingu. Þannig að það taka allir afstöðu til ákvæðis sem tillaga er gerð frá nefnd.